okkur. Soy el presidente de ASI de Portugal Og ég formaður ASI í Portugal y el vicepresidente de ASI en Europa. og varaformaður ASI í Evrópu. Pero lo más importante es que estoy aquí para compartir el amor de Dios por nosotros. En það mikilvægast að ég komin hér til að deila kærleika Guðs með ykkur. Algo que seguramente nos preocupa todos los días Það sem að veldur okkur áhyggjum alla daga. ¿Es pecado estar preocupado? Já, yfirleitt eru við áhyggjufull alla daga, en það ljótt að vera áhyggjufullur? Seguro que nosotros muchas veces estamos preocupados cuando vamos a dormir. Við erum oft áhyggjufull þegar við förum að sofa. ¿Sí o no? Það ekki? Todos los días. Todas las noches. Alla daga, öll kvöld. Normal. Þetta eðlilegt. Pero hoy vamos a mirar por qué eso ocurre, Við skulum athuga af hverju þetta gerist. cómo podemos trabajar en eso, Hvernig getum við unnið í þessu? por qué estamos caminando para un sitio Af hverju erum að ganga að einhverjum stað? a donde no va a haber preocupaciones. Hvert eru áhyggjurnar að fara með okkur? No vamos a tener más migraciones, Við erum ekki að vera með fleiri porque aquí af því hér. todos somos migrantes. Því hér, já, við erum ekki að vera innflytjendur því við erum hér öll innflytjendur. Porque no pertenecemos aquí. Af því að við tilherum ekki þessari jörð. Estamos de camino para Við erum á leiðinni el cielo. til himins. ¿Quién está feliz por estar aquí? Það kannski ágætt að vera ánæður hér. Islandia es muy bueno. Ísland er gott land Caribe es una maravilla. og, Caribe, já, la parte Karabíska caribeña. hafið er líka mjög yndislegt. Pero el cielo va a ser En himinin, hann áttur að vera mucho mejor. miklu betri. Como tal, hace un par de 80 años, para ser más concreto, Fyrir 80 árum síðan, durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, í síðara heimstyrjöldinni, las tropas alemanas þá komu þýskuhermennirnir han estado alrededor de Stalingrado og umkringdu þeir Stalingrad para hacer el ataque final y mortal. til þess að ráðast að lokum á borgina. Pero con su armamento más poderoso que había en su tiempo. Og með þessum hergögnum sem að voru þau sterkustu í heiminum í þá daga. Más de 100 cañones topo de gama listos para terminar con Stalingrado. Og það voru 100 skriðdrekar og fallbyssur tilbúnir að brjóta niður þessa borg. Estaban aguardando solo a alguien le comunicar ataca. Og þeir byðu bara eftir því að einhver einn segði við á nú skulu þið ráðast að borgina. ¿Queremos saber qué pasó? Viljum við vita hvað gerðist? Al final os cuento. Ég ætla að segja ykkur það í lokin. Como tal no podéis ir embora. Entonces, sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Við vitum hvað Guð vill af okkur. No tenemos dudas. Það ekki neitt vafi það. Dios con su mano ha escrito esto. Guð með fingri sínum hefur skrifað þetta niður. Una vez, Einu sinni, dos veces. meira að segja tvisvar sinnum.
No hay dudas cuanto a esto. Dios quiere esto. Og það ekkert, við erum ekki í vafa það hvað Guð vill. Guð vill þetta. Conocemos muy bien que Dios quiere de nosotros. Við vitum vel hvað Guð vill af okkur. Y es algo que a los ojos humanos es muy, muy, muy difícil. Og fyrir okkar augum, mannanna augum, þetta mjög erfitt. Pero es difícil para ojos humanos. Þetta erfitt fyrir augu mannanna. Un padre va a pedir a su hijo algo que su hijo no puede hacer. Einhver faðir sem myndi segja við son sinn farð að gera eitthvað sem hann getur svo ekki gert? ¿Será un Dios de amor? Væri það kærleiksríkt? ¿Será? Það? No creo. Nei. Como tal, seguro que él sabía que nosotros podríamos hacer esto. Hann var alveg viss það að við gætum haldið boðorðin. Porque es positivo para sí propio y también para los otros. Hann jákvæður út í sjálfan sig og út í okkur líka. Y podremos ver lo que está escrito en Isaías. Og ef við förum í Jesaja, ¿Se podrías leer, por favor? Los de habla hispánica, es solo leer. já, þið sem að talið spænsku getur lesið. Entonces yo lo leo. Sí, por favor. Ok. En nú segir Drottinn svo, sá skóp þig Jakobs ætt og myndaði þig Ísrael, óttast þú eigi því ég frelsa þig, ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Lo más importante es esto aquí, no temas. Þetta það mikilvægasta hérna, óttast þú eigi. No temas. Óttast þú eigi. Te he llamado por tu nombre. Því að ég hef kallað þig með nafni. ¿Nos acordamos cuando nuestras mamás nos llamaban por nuestro nombre? Munið þið þegar að mamma kallaði okkur með nafni? Þær voru reiðar út í okkur. Algo estaba no muy bien, ¿correcto? Það var eitthvað sem var ekki alveg í lagi. Aún peor cuando llamaban por nuestro primer y segundo nombre. Og ennþá verra þegar voru kölluð með báðum nöfnunum. Correcto. Það ekki rétt? Se llamaban, por ejemplo, José. Ef maður hét José, Podría venir algo ahí malo. þá getum við að, já, kannski gerði ég eitthvað að mér. Pero se venía José Carlos. En ef það var sagt José Carlos, ó nei, Tienes o que salir corriendo, annarkvort verður bara hlaup í burtu, pero aún se quedaba peor, en þá myndi náttúrulega hlutinni versna, o ir mira qué pasó. eða bara aðtuga hvað gerðist. Pero lo importante es que Dios conoce nuestro nombre. En það mikilvægt að Guð þekki nafn okkar. Uno a uno. Hvern og einn okkar. ¿Por qué? Af hverju? Somos sus hijos. Við erum börnin hans. Esto es importante. Þetta mjög mikilvægt. No podemos tener dudas cuanto a esto. Við getum ekki efast þetta. Imposible. Það má alls ekki. Dios es un Dios de amor. Guð Guð kærleikans. Conoce nuestros problemas. Hann þekkir vandamálin okkar. Conoce nuestros problemas antes de tenernos los problemas. Hann þekkir vandamál okkar áður en þau koma. Y también conoce cómo ir a tratar y hacer de todo para que el problema se quede. Og hann gerir það verkum að El problema, cuando lo llevamos a Dios, að þegar að við byggjum fyrir þessu og hann byrjar að starfa og við tökum vandamálið svo til Guðs, queda en las manos de Dios. þá það vandamál komið í hendur Guðs. Porque Él nos va a ayudar. Af því að hann ætlar að hjálpa okkur. No temas. Óttist eigi. El problema, por más grande que sea, Vandamálið þó að það sé mjög stórt
hoy lo miré los glaciares. Ef þú horfir til dæmis á jöklana, En Portugal solo tenemos nieve en la nevera. við erum bara með snjó í fristinum hjá okkur í Portugal. Como tal, nieve de este tamaño para nosotros es algo... Þannig að svona mikil snjór er mjög mikið fyrir okkur. Pero más que un glaciar, para nosotros un problema puede ser algo tremendo. Þannig að starra en einn jökull getur verið ótrúlega stórt vandamál frammi fyrir okkur. Es normal. Porque no sabemos cómo esto va a terminar. Og Estamos en el medio del problema. við erum með miðjum vandamálum og við veitum ekki hvernig það mun leysast. Pero Dios sabe cómo va a terminar. En Guð veit hvernig þetta mun leysast. Y Dios sabe cómo podemos ir paso a paso, cómo hacerlo para terminarlo. Og Guð veit hvernig við erum að fara frá einu skrefi yfir til annars þannig að vandamáli leysist. Pone tus problemas en las manos de Dios. Settu vandamálin í hendunar á Guði. Fácil de hablar, difícil de hacer. Það er auðvelt að segja, erfitt að gera. ¿Cierto? Er það ekki rétt? Ok. Aquí todo es fácil. Aquí todo es sencillo. Hér er allt auðvelt og hér er allt einfalt. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? En hvernig getum við gert það? Aquí tenemos. Hérna Si erum puedes- við Jesaja 43:5. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Ég kem með niðja þína úr austri og safna þér saman úr vestri. No temáis, pues, porque estoy con vosotros. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Si tenemos el Dios más importante que nos ha criado con nosotros, Ef við erum með þennan Guð sem er svo mikilvægur og er með okkur, ¿vamos a tener miedo de qué? hvað erum við að vera hrædd við? ¿De una nevera? Við ísinn í fristinum? Snjóin í fristinum? Sí. Para mí parece un glaciar. Fyrir mér þá er þetta bara ísinn í fristinum er eins og bara heill jökull. Pero no es. En þetta er ekki það. Y más adelante, Og við förum yfir í en Marcos 6:50, Markus og Guðspjall 6:50. Því að allir sáu þeir hann og var þeim bylt við, en Jesús mælti jafnskjótt til þeirra. Verið hugreistir, það er ég, verið óhrættir. aquí miramos a Jesús en una barca. Hérna sjáum við Jesús í bát, Estaba caminando sobre la agua fyrir utan bátinn, hann var að ganga á vatninu en una tempestad. og það var óveður. ¿Hace cuántos años esta gente vivía junta? Hvað var þetta fólk búið að vera að starfa lengi saman? ¿Cuántos años? ¿Tenéis de memoria? Munið þið hvað eru mörg ár sem voru búin að vera saman? 3, Voru búin að vera saman í 3 ár, por ahí. það bil. 3 años, siempre juntos. Alltaf saman. No lo conocieron. Hvað, þekktu er ekki hvern annan? Þekktu er ekki Jesús? ¿Cómo es posible? Hvernig stendur á því? Jesús, soy yo, no tengáis miedo. Og Jesús sagði við þá, jafnskjótt, verið hughrástir, það er ég. Es natural que nosotros tengamos miedo para ante una nevera. Er það eðlilegt að við séum hrædd frammi fyrir frystiskáp? Este 12 tíos Þessir, tuvieron miedo. þessir 12 menn þannig voru hræddir. Y tuvieron 3 años, 24 sobre 24 con Jesús. Þeir voru þannig búin að vera sólarhring eftir sólarhring saman með Jesús Hombre, í 3 ár. eran hombres como nosotros, Þeir voru bara menn eins og við, pero tuvieron miedo. en þeir voru hræddir. No hay problema de tener miedo. Það er ekki vandamálið að vera No hay hræddur. problema, no es una desgracia, ay, que soy un pecador. Það er ekki synd að vera hræddur. No, tranquilo. Pero soy yo, no tengáis miedo. En hann segir, verið óhræddir.
Para mí esto puede ser una imagen del cielo. Þessi mynd getur þýtt fyrir mig mynd af himnaríki. Para vosotros el cielo puede ser algo distinto. Og fyrir ykkur þá getur himnum verið eitthvað annað, öðruvísi. Puede ser una playa, Getur verið eitthvað strönd við niður við sjó, puede ser algo distinto, eða bara eitthvað annað. puede ser nuestra familia toda junta, Getur verið fjölskyldan okkar, öll saminuð. puede ser nuestro país. Getur verið landið okkar. Yo soy de África, Ég til dæmis upprunalega frá Afríku. soy distinto de un africano, Ég líkist ekki kannski manni frá Afríku, pero con 10 años en á 10 árum, hubo una guerra en mi país, fyrir 10 árum var stríð í landinu mínu, Angola. í Angólu. Yo, mi familia, tuvimos que salir porque la guerra Ég estaba en mi ciudad. og fjölskylda mín þurftum að flýja land því að stríði var einmitt í minni borg. Fue algo terrible. Þetta var hræðilegt. Para mí, África continúa a ser algo como un cielo. Fyrir mér, þó þetta verður hræðilegt, þá Afríka fyrir mér himnaríki. Me voy ahí muchas veces de negocios Y y pero- para mí es... Fer oft þangað til að eiga viðskipti og ég alltaf jafn hrifin. Islandia para mí es lo más impresionante, Og Ísland alveg ótrúlegt land fyrir mér. algo distinto. Mjög ólíkt öllu sem ég hef No séð. es porque estoy aquí, Ekki, no, það, es verdad. það ekki að því ég hérna heldur það því að þetta satt. Pero el cielo va a ser algo nunca mirado antes, En himnaríki eitthvað sem að við aldrei geta ímyndað okkur, nunca imaginado. eitthvað sem ekki hægt að ímynda sér. Podremos mirarlo un día, Og við munum geta séð þetta einhvern daginn. vamos a mirarlo un día. Við munum sjá þetta einn daginn. ¿Quién está seguro que vamos a mirarlo un día? Hver viss hér inni sem að mun sjá? No podemos tener dudas contra eso. Við megum alls ekki efast það. Að við No munum sjá. podemos tener dudas. Við megum ekki efast það. Satanás trabaja en nuestra mente todos los días. Tú no tienes hipótesis de ir para el cielo. Og óvinnur okkar, Satan alltaf að reyna að samfæra ykkur að við Todos munum. los días nos... Alla dagar hann að segja við ykkur, við Todos munum. los días. Es un pecador. Alltaf að segja við ykkur, þú ert syndari, So haces mal. þú ert alltaf að gera hlutina Tu rátt, vida no está correcta. Es un desgraciado. þú ert vondur eða vond, Tu familia tiene mejores condiciones que tú. fjölskyldan þín betra en þú, Papá. Siempre. alltaf að naga okkur. Pero eso no es Dios. En þetta ekki Guð. Hay un gran conflicto. En það Nosotros estamos en el medio. það mikil deila í gangi og við erum akkurat í miðri deilunni. Pero hay que distinguir la voz. En við þurfum að kunna að þekkja hvaða rödd hvaða rödd. Porque un día vamos a mirar eso. Því að einn daginn munum við vera á himnum No eso, algo mucho más bonito que og esto. sjá eitthvað miklu fallegra heldur en á þessari mynd. Una vez más, no temáis. Og aftur kemur hérna í En Mateus, por favor, verið Mateus óhræddir. 6:34. Og Matteus og Guðspjall 6:34, að lesa það. Þegar Jesús steg á land, sá hann þar mikinn mannfjölda. Matteus 6:34. Ok. Estoy equivocada aquí. Ok. Matteus 6:34, já. Já, Matteus 6:34. Hafið ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Yo acredito en ti. No te preocupes por el día de mañana. Cada día Ekki. tiene su problema. Ekki hafa áhyggjur á morgundeginum. Morgundagur mun hafa sínar áhyggjur. Sabemos que más de 95% de nuestras preocupaciones nunca van a ocurrir. Vitið þið að 95% af áhyggjunum okkar eitthvað sem mun ekki gerast? No van a ocurrir. Y estamos preocupados con algo que no va a ocurrir. Og við erum alltaf áhyggjur af því að það muni gerast. Það sem mun Vivimos ekki con gerast. algo del pasado
Við erum með fortíðina que está a nuestras espaldas, sem að hvílir á okkur con miedo del futuro, og veldur hugarangri og ótta við framtíðina. y sin presente. En við erum ekki þá í nútíðinni. ¿Qué estamos haciendo? Hvað erum við að gera þá? Ni para nosotros somos buenos. Esto es ridículo, pero es nuestra vida todos los días. En þetta er alveg fáránlegt, en þetta er líf okkar alla daga. Hace muchos miles de años atrás, Fyrir nokkru þúsund ári síðan, hubo un pueblo que demoró þá var þjóð sem að han llevado 40 años aprendiendo a Voru- confiar en Dios. það tók þessa þjóð 40 ár að læra að treysta Guði. 40 años. 40 ár. Podemos mirar qué gente, Við getum hugsað hvað er eiginlega þessu qué fólk. gente dura. Voðalega eru þau þrjósk. Estaban en Egipto, Þau voru í Egiptalandi llevaban duro og það var erfitt þar todos los días, alla daga. hambre, Þau voru svöng todo de malo. og allt var slæmt. Cuando han ido para el desierto, Og svo fóru þau yfir í eyðimörkina. tenían comida, Þar voru þau með mat abrigo, og þar voru þau með klæði Dios, og Guð. y se quejaban. En þau kvörtuðu 40 años í quejando. 40 ár. 40 años, todos los días. Kvartandi alla daga. Todos los años, todos los días quejando, quejando. Öll þessi ár og alla þessa daga. Pobrecito de Moisés. Vesalings Móses. Si fuera hoy en día, tenía que ir a un psicólogo o por ahí. Þeir hefðu þurft að fara til sálfræðings. Tomar ahí alguna... Taka einhver geðlyf bara. Pobrecito. Vesalings þau. Y ahora miramos que esa gente Og nú erum við að horfa que á þetta. miraba a Dios todos los días, Og þetta fólk horfði á Guð alla daga. durante la noche una nube era para iluminación y calor, Á kvöldin var eldstólpi sem gaf þeim hita. por la madrugada había maná para comer, Á mótnana var manna sem að þau fengu að borða. durante el día los protegía del sol Og yfir daginn fengu þau vernd frá y se sólinni quejaban, með skýi no tenemos carne, og þau kvörtuðu. no tenemos agua, Við erum ekki með vatn, við erum ekki si með fuera kjöt, hoy en día no tenemos internet, við erum ekki með internet. mi ordenador está muy lento, Tölvan mín er mjög hæg, mi móvil quiero el iPhone 28, ég vil fá nýjan iPhone, me imagino otras tonterías alls konar sem hægt er að kvarta y undan hay que quejarse og að gera kvarta bara. porque nunca estamos satisfechos, Og við erum aldrei ánað, nunca. aldrei. Si tenemos 8 móviles, Við erum með, 10 es mejor. og því með fleiri síma, því Si með mi betra. vecino tiene una pantalla de 80 pulgadas, Og ef ég er ekki með 80 tomma sjónvarp 90 pulgadas eða 90, mínimo. minnst ¿Para 90. qué? Ni idea, porque mi vecino tiene. Til hvers? Nei, ég veit ekki, bara því að nágrannar minn er með svo leiðis. ¿Por qué? Af hverju? Es algo, hace parte de nuestra vida. Þetta er bara hluti af lífinu. Hubo más gente que no confió en Dios. Estaban miles de miles cuando Jesús estaba predicando. Og það var fleira fólk sem treysti ekki Guði. Þegar að hann Jesús var að predika, þá voru 1000 manna. ¿Y ahora qué vamos a dar a comer a esta gente? Og við þurfum að gefa þessu fólki að borða. Ahora la gente se va a quedar fastidiada con nosotros. Fólki verður reitt út í okkur ef við gefum þeim ekki að borða. Nos van a pegar. Þau eru eftir að ráðast á okkur. No, hay un chico que tiene ahí un pescadito y unos panes Og það er þetta drengur sem er með bæði fisk og brauð. y la gente le ha dicho, hombre, eso somos miles. Og það var sagt við Jesús, heyrðu, við erum nokkur 1000. Tú eres tonto. Er ekki allt í lagi? Esta gente que tiene el libro en la Biblia.
Þetta fólk, que ha dicho eso, no fui yo. þetta fólk sagði þetta og þetta er skrifað í Biblíunni. Ok, no fui yo. No es Aquí, Carlos, no hay ningún San Carlos ahí. Það er enginn San Carlos þarna. Ok. Y al final, ¿qué pasó? Og svo í lokin var sagt, hvað gerðist þá? Al final hubo pescado, pan para todos. Og að lokum var til nóg brauð og nóg fiskur fyrir alla. Para irnos terminando, ¿a qué ponemos en primer lugar en nuestra vida? Og hver á að vera í fyrsta sæti í lífi okkar? Hvern setjum við í fyrsta sæti í lífið okkar? ¿O qué está en primer lugar en nuestra vida? Hver er í fyrsta sæti í lífi okkar? En eso ponemos nuestra confianza para nuestros problemas. Setjum við okkar, treystum við á þessar áhyggjur okkar? En coronas, Eða á krónurnar en pantalla de 80 pulgadas, í risastóran sjónvarpsskjá, en un coche nuevo, nýjan bíl, una novia rubia, ljósharða kærustu, miles de cosas. þúsundir hluta. ¿Es eso a que tenemos confianza? Setjum við okkar traust á þetta allt saman? ¿Ponemos confianza en Dios? Eða treystum við á Guð? Otra cosa. Eða eitthvað annað? Y después tenemos miedo. Svo erum við hrædd. ¿Por qué tenemos miedo? Af hverju erum við hrædd? ¿Por qué será que tenemos miedo? Af hverju ætli það sé að við séum hrædd? ¿Puedo llamar? Perdón, ¿es tu hija? ¿Puedo llamarla aquí? ¿Puedes venir aquí? Salome, hún ætlar að koma hérna fram. Það verður verið að Ven biðja aquí, um að por koma favor. fram. ¿Puedes ponerte aquí? Getur þú staðið hérna? Aquí arriba. Ok. Ok. Salta para mí. Hoppaði hérna til mín. Ok. ¿Qué pasó antes de saltar? Hvað gerðist þarna? ¿Qué pasó? Y Hvað gerðist? miró para dónde? Hvert horfði hún? Para su papá. Hún horfði á pappa sitt. Cuando tenemos un reto, ¿para dónde miramos? Þegar við erum með rétt hugafar, hvert horfum við? ¿Miramos para nuestro papá Þá horfum við á pappa okkar o miramos para el problema? eða horfum við á vandamálið? Esta es la diferencia. Þetta er munurinn. Se fue su papá a llamarla, Hún fór til pappa síns de inmediato saltaba. og hún stóð leið og hann sagði henni að standa upp. ¿Por qué? Af hverju? ¿Confía en su papá? Af því að hún treystir honum. A mí no, nunca me ha Treystir mér mirado. ekki. ¿Conoce su voz? Hún þekkir hans rödd. Cuando Dios nos llama, Þegar Guð kallar ykkur, ¿conocemos su voz könnustu við röddina hans? o no? Já eða nei? ¿Saltamos? Hoppum við til hans? ¿Confiamos? Treystum við honum? ¿Vamos? Förum við þangað sem hann segir okkur að fara? Dale. Rápido. ¿Vamos? Förum við hratt til hans? ¿Por qué tenemos miedo? Af hverju erum við hrædd? Aquí.
Para terminar, Til að ljúka sögunni, cualquier móvil ya terminando. Las tropas alemanas estaban alrededor de una ciudad, Þjóðverjarnir voru búin að umkringja borgina aguardando el ataque final og voru að bíða eftir að ráðast á borgina durante semanas. eftir nokkra vikur. Su general Hershöfðinginn, les ha dado órdenes, atacar. hann sagði ráðist áfram Y los alemanes han ponido sus cañones og þá settu þjóðverjarnir fram fallbyssurnar sínar y han disparado. og ætlaði að skjóta Nada. og þá gerist ekkert. ¿Por qué? Á hverju? Porque durante semanas estuvieron parados. Af því þau voru þarna í nokkra vikur án þess að gera neitt. Los ratones han comido sus cables. Þá höfðu rottur eða mís komið og nagaði sundur snúrurnar í fallbyssunum Y pasó nada. og það gerist ekkert. Nosotros aquí en la iglesia Við hérna í kirkjunni, podemos venir siempre, við getum komið hingað, podemos leer la Biblia, við getum lesið Biblíuna, podemos apoyar todo el mundo, við getum verið að hjálpa pero cuando llega la hora de acción, fólki, en þegar það kemur að því að por starfa falta de acción, el cañón no va a funcionar. og vegna þess að við erum ekki vön að starfa, þá ná byssurnar ekki að skjóta. ¿Por qué? Af hverju? No confiamos, no hacemos. Að við treystum ekki og þar lendi gerum við ekki. Es fundamental acreditar que Dios nos apoya siempre Og það er mjög mikilvægt að viðurkenna að Guð, hann gefur okkur styrk, alltaf. perante una nevera o un glaciar, Hvort heldur sem við stöndum frammi fyrir snjó í frystikistu eða risastórum jökli. el Dios de hoy no es más fraquito que el Dios de Israel. Guð í dag er ekkert veikar en Guð þannig áður fyrir Ísrael. ¿Quién quiere estar en este día listo para ir para el cielo? Hver vil vera tilbúin til að fara með Guði upp til himna á Podemos þessum degi? levantarnos, Ég voru að standa á fætur. acreditar y acción. Við skulum biðja saman. Esto va a ocurrir. Þetta er eitthvað sem mun gerast. Confiar Þurfum að treysta y saltar para los brazos de Dios. og hoppa yfir í faðmlag Guðs. ¿Quién quiere venir aquí a frente a hacer una oración? Vill einhver koma fram og biðja fyrir okkur? ¿Voluntario? Einhver sem býður sér fram? Voy a llamar a un voluntario. Á ég að kalla eitthvað til þess að koma? ¿Tú? Gracias. Voy a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Faðir, þú sem ert á himnum, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en este momento. við þökkum þér fyrir tækifærið að vera hér. Te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y confiar en ella. Við þökkum fyrir að geta hlustað á orð þitt og treysta á það. Sabemos y tenemos certeza de tu próxima venida. Og við vitum og við erum staðfest það að þú ert að fara að koma aftur. Te pido que nos dé fortaleza para prepararnos de la mejor manera. Geð okkur styrk til að undirbúa okkur. Que vivamos bajo tu voluntad y solo tu voluntad. Megum við lifa einungis samkvæmt þínu vilja og aðeins þínu vilja. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Þetta biðjum við í nafni Jesú Krists. Amen. Amén. Gracias. Cantamos un
hérlega fyrir í kvöld. Muchas gracias por venir el día de hoy. Y nos vemos mañana, Dios mediante, a las 11. Y el señor Carlos Díaz va a tener también una conferencia a las 2:30 mañana después de comer. Já, takk hérlega fyrir komuna í kvöld. Við munum svo hittast á morgun klukkan 11 og svo mun Carlos líka vera með fyrirlestur klukkan 2:30 eftir hádegismat á morgun. Takk fyrir komuna.